Við erum velkomin í HM30 þar sem við fjöllum heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og í dag er það markmið nr. 7 sem er sjálfbær orka. Orka er ofurkraftur mannkynsins. Við notum hana til að gera ótrúlega hluti. Fljúga, byggja risastór hús, ryksuga húsin okkar og láta risaeðlur, svona fjastýra risaeðlur, éta Aron. En vandinn sá er að stór hluti orkunnar sem við notum er ekki sjálfbær. Það er að segja, orkan er að eyðileggja jörðina. Við brennum kolum og olíu sem gefa frá sér koltvísýring og heimurinn hitnar smá saman. Og þetta verður auðvitað að breytast. Tveir mikilvægastu hlutar af heimsmarkmiði 7 eru að allir hafi aðgang að orku og orkan verði sjálfbær, sem þýðir að orkan á ekki að eyðileggja jörðina heldur hægt að nota hana aftur og aftur. En hvernig gengur okkur að ná þessu markmiði? Svona ágætlega. Kíkjum á þetta súlurit. Árið 2010 höfðu 17% heimsins ekki aðgang að rafmagni. Árið 2018 höfðu 10% heimsins ekki aðgang að rafmagni. Það eru 789 milljón manns í heiminum sem höfðu ekki aðgang að rafmagni. Markmiðið er árið 2030 hafi allir jarðarbúar aðgang að rafmagni. Það er mjög erfitt að taka þátt í nútímanum ef maður hefur ekkert rafmagn. Með rafmagni eldum við matinn okkar, kveikjum ljós, förum á netið, hlöðum síma og meira þess að bíla. Við þurfum rafmagn til að búa til hann sjónvarpsþátt. Afsakið. Halló? Getum við fengið ljós aftur? Vá, takk. Bara þetta væri nú svona auðvelt fyrir alla. Eins og við sjáum á þessu korti er staðan verst í Afríkulöndunum, sem eru merkt brún. Þar er allt að 50% fólksins ekki með aðgang að rafmagni. Þessi hluti heimsins getur sem sagt ekki nýtt sér ofurkrafta mannkynsins. Skoðum þetta betur. Árið 2018 höfðu 63% jarðarbúa aðgang að orku til að elda matinn sinn. Þetta þýðir að 2,8 milljarðar manna þarf að elda matinn sinn með eldi við, kolum eða olíu. Og hér sjáum við hvernig þetta markmið tengist öðrum heimsmarkmiðum. Þegar fólk eldar með þessum hætti fyllast heimilin af reyk sem hefur mjög slæm áhrif á heilsu fólks og talið er að valdi milljónum dauðsfalla á ári. Markmið 3. Auk þess veldur það mikilli mengun ef 2,8 milljarður manna brennir kol eða olíu til að elda, sem hefur slæm áhrif á loftslagið. Markmið 13. Konur sjá yfirleitt að útvega eldi við. Það tekur langan tíma. Auk þess sjá þær yfirleitt heimilisverk á rafmagnslausum heimilum, sem tekur margfalt lengri tíma en þegar þú getur bara ryksugað og skellt í uppþvottavél. Konurnar hafa því minni tíma til að mennta sig eða vinna. Þess vegna er ein besta leiðin til að efla konur, mennta þær og auka jafnrétti að tryggja að allir hafi aðgang að rafmagni og þurfa ekki að elda með kolum. Markmið 4, 5, 8 og 10. Svona sláum við margar flugur í einu höggi og svona tengjast heimsmarkmiðin. En hver er staðan á Íslandi? Á Íslandi er staðan einstök því að langstærstur hluti af orkunni sem við notum er endurnýtanleg, framleidd með virkjunum. Allir íbúar landsins hafa aðgang að rafmagni og allir íbúar geta eldað matinn sinn með hreinni orku. Reyndar notum við ennþá aðalega olíu á bílana og skipin okkar. Þessu erum við að reyna að breyta og það gengur meira að segja nokkuð hratt að skipta yfir í rafbíla. En fyrst orka er ofurkraftar mannkynsins, af hverju viljið taka hana af okkur? Eigum við bara hætt að keyra og byggja hús? Nei, en við verðum að skipta orkugjafa og það er hægt, til dæmis með sólarorku. Nór Úrsiset er stærsta sólarraforkuver í heimi í landinu Marokkó í Afríku. Marokkó ákvað að árið 2030 yrði 52% orkunnar sem notuð í landinu þeirra endurnýtanleg. Sólarorkuverið er jafnstórt og 3500 fótboltavellir og framleiðir meira en 1/6 af allri orku sem Marokkó þarf. Marokkó er á góðri leið með að ná markmiðunum sínum yfir að skipta yfir í hreinni orku. Þannig að við getum þetta, ef við viljum. Við getum byrjað á einföldum hlutum, eins og að slökkva ljós þegar við erum ekki að nota þau. Það skiptir líka máli á Íslandi. Því ef við förum sparlega með orkuna, þá þurfum við að virkja færri ár til að útvega öllum rafmagn. Og við getum þetta hjólað að ganga í stað þess að keyrum á bíl. Við getum haft bíllausa daga og við getum þetta almenningssamgöngur. Og við getum reynt að hafa áhrif á stjórnvöld, því stjórnvöld geta raunverulega breytt öllu sem þau vilja. Allt skiptir máli og þú getur hjálpað til. Þökkum fyrir okkur í dag og hlökkum til að sjá ykkur í næsta þætti.